Fá næsta gest. Hún hefur lifað viðburðaríku lífi og átti stuttan og skemmtilegan feril hér áður en hún fluttist til útlanda. Það er orðið tímakott síðan við sáum Ingibjörgu Smith sem átti gífurlegum vinsældum að fagna hér á landi eins og raunar þær söngkonur allar sem komið hafa fram hér í kvöld. Ingibjörg Smith. Við gengum tvö í rökkuró. Við leitumst hljóðum hungan skó. Ég var nóttin þögla þín og þú var steina stjarnan mín. Við hlýtum tvö í húmi ein. Er blærinn hvað við blöð og grein. Þú varst yndi og ástin mín og stundin áfeng eins og vín. Á meðan norðurljósin leiftra bláan himininn, sit ég ein og þrái kveðjukossinn þinn. Á meðan norðurljósin leiftra bláan himininn, sit ég ein og þrái kveðjukossinn þinn. Ingibjörg Smith, það er orðið tímakott eins og ég sagði síðan að við höfum fengið að sjá þig hér á Íslandi og þú býrð í Bandaríkjónum. Já. Og hefur farið víða. Þú bjóst meðal annars í Alaska. Ég held það nú. Af öllum stöðum. Hvað í veröldinu varst að gera það? Við vorum hérna, ég kynntist mannin mínum og stutt eftir það fluttum við út til Long Island og við kunnum ekki við okkur þar og fórum til Alaska og vorum þar í 5 ár að nema land. Já, bara sem reyniland nema. Sem að innflytjendur, sko, Alaska var þá ekki orðin eitt af fylkjum Bandaríkjanna. Svo að við fórum sem, maður fekk að fara og fá land fyrir $100 upp á það að byggja innan árs og við gerðum það. Og var þetta ekki frumbýlingsháttur í menn? Jú, við byggum fyrst í tjaldi. Á meðan vorum að koma þessu upp og svo höfðum við að koma því upp fyrir veturinn. Og náttúrulega hreina ævintýramennska. Já, það var gaman og stundum ef að bílarnir komist ekki í gang þá voru nágrannar sem höfðu hundasleða. Það var gaman að því. Já. Þú verið þarna í nágrenni við dýrin náttúrulega og skóginn? Alltaf, já. Einu sinni horfði ég út gluggann og horfði beint í augu við elg. Það var gaman að þessu og ennþá meira gaman þegar maður hugsaði þetta seinna. Já. Kom svo hingað eftir þennan tíma, 5 ár, og þá byrjaði að syngja? Já, þá fór ég að syngja, já. Hvað, varstu bara uppgötu svona á götunni eða? Nei, ég var niður í ræðli og söng þar í mikrofón og þannig kom ég að sko. Já. Og söngst inn mörg af þessum, þín lög, ákaflega vinsæl og skemmtileg, létt lög. Síðan aftur út og búið. Síðan aftur út og búið, já. Hugsaði bara mitt heimili og bjóð þar. Hef ekki komið of oft heim en að koma meira núna. Býrðu rétt fyrir utan Washington í? Bý eiginlega á milli Baltimore og Washington. Og búin að eignast náttúrulega börn og? Já, ég átti 4 börn og 1 barnabarn sem ég fekk 2 vikna í faðminn. Já. Eru þín börn í tónlist? Já, synir mínir voru með hljómsveit lengi, bæði í Atlanta og Los Angeles. En þeir eru ekki í því núna og svo ég 2 dætur sem vinna fyrir amerískt flugfélag og þær taka mig mikið með sér í ferðalög sem ég hef ekki á móti. Nú talið þið nú alla íslensku saman, er það? Ég get nú ekki sagt það með sanni en það er þegar þær koma svo mikið heima þá bara koma það tilbaka
færar, þetta er svo fljótt að koma. Alltalandi. Ég get nú ekki sagt það, en þeim fer mjög mikið fram þegar að koma heim. Þú tala lítalaust, heyri maður. Já, Með ólíkindum eftir alla þennan tíma. mesta furða.